Við skulum líta næst á leik Breiðabliks og HK sem var í Kópavoginum. Þetta var fyrsti leikur liðanna í efstu deild og ja, bæði lið hafa spilað fína fótbolta í sumar og það er svona til að sjá þennan leik. Já, ég veist sko HK hafa spilað mjög skynsamlega bæði leikina móti Fram og leikina móti KR. Þeir spiluðu nákvæmlega rétt með þann mannskap og taktingin gekk fullkomlega upp. Ég veit ekki, sá náttúrulega þennan leik hvað fór úrskeiðis en þetta var náttúrulega svona Blikarnir skora, Blikarnir skora náttúrulega strax á 3. mínútu og svona slá HK náttúrulega svolítið út af leginu. Að koma fram og sækja. Það er bara, þetta er svoleiðislið en þeir hafa verið að spila vel. Það verður við komnir í stöðunni 2-0. Prins Rækómar skoraði fyrsta mark sitt í deildinu og kom Blikum í 2-0 en svo fengu leikmenn HK á þessa vítaspyrnu og Kasper Jakobsson varði þetta náttúrulega alveg meistararlega og þarna má eiginlega segja, eins og segjum, það er ennþá korter eftir 2-1 hefði breytt svolítið miklu fyrir HK og það er ekkert annað hægt að segja um það, þetta er frábærlega varið en í staðinn fyrir að HK minnki munina þá bara bættu Blikar einu marki við í lokinn og það var Olgi Sigurgeirsson sem gerir það. Glæsilegt mark. 3-0, veit ekki hvort að það var akkurat dæmigert fyrir leikinn en kannski Blikarnir svona loksins farnir að, þú sagðir að með Keflvíkingana Hjörtur, þeir eru farnir að klára leiki. Það er kannski það sem við vantar hjá Blikunum líka. Nú klára þeir eins og þennan leik og kláruðu Skaga með 3-0 daginn. Blikar eru búin að vera að spila mjög góð fótbolta í allt sumar og það hefur kannski vantað upp að þeir svona drepi leikinn eins og þennan. Það er alltaf mjög gott að byrja svona vel og síðan eru þeir að spila allan leikinn og eru að sækja allan leikinn og ég held að þessi sigur hafi alveg verið fyllilega skilinn. Svolítið búið að tala að mér finnst Skagaliðið þannig eins og allt sem þeir